Já, nú það ljóst að Íslandi stjórnað af hryðjuverkasamtökum. Þetta ekki mín orð, þetta eða mínar fabulur, þetta staðfest af breskum stjórnvöldum. Bresk stjórnvöld skýrgreindu íslensk stjórnvöld sem hryðjuverkasamtök og þau skýrgreindu íslenska banka sem hryðjuverkasamtök. Ég eins og aðrir Íslendingar var mjög hneykslaður yfir þessu og á sínum tíma fannst þetta bara lélegur brandari, en sennilega þetta rétt. Þessi hryðjuverkasamtök eru samsett af stjórnmálaflokkunum, háskólasamfélaginu, verkalýðshreyfingunni og lögfræðistéttinni, dómstólunum og lögreglunni. Þetta sá hópur sem að bresk stjórnvöld skýrgreindu sem hryðjuverkasamtök. Og íslenskir borgarar vakna upp við þann draum í dag, þann vonda draum, að stjórnarskrá Íslendinga gildir ekki lengur fyrir almenning á Íslandi. Þessi hryðjuverkasamtök eru búin að yfirtaka stjórnarskrá landsins og í raun með landið í heljargreipum. Og ég satt að segja veit ekki hvað almennir Íslendingar eiga að gera. Svei mér þá. Þetta svona svolítið eins og horfa á mýs í kassa. Þið vitið að svona hegðunartilraunir eru gerðar mikið með músum í svona völundarhúsum og fleira slíkt. Og það virðist sem að hryðjuverkasamtökin eru svona bara að horfa á mýsnar og það eru svona hlaup úr einu hornin í kassanum í hinn og að spyrja viljið hleypa okkur út eða ekki og lýðræðið Ísland fullkomlega fallið. Það engin stjórnarskrá í gildi. Hún hefur gjörsamlega verið hertekin af þessum hryðjuverkasamtökum. Það ekki mín orð, það eru orð breskra stjórnvalda. Þannig að kæri Íslendingur, fyrsta skrefið að viðurkenna hvernig ástandið Þetta alveg fáránlegt. Hvernig getur þetta haldið áfram? Ég skil það ekki.